í dag, í föstudaginn. Ég kom bara einhvern veginn í skóla. Ég líður sér bara sestur á skólabekk. Nú ætlum ég að læra þetta. Ég er sammálaður þar. Okay. Bara Ásgeir Kolbens er bara að kenna okkur how to make radio. Já, og líka bara hvernig að lifa lífinu. Já. Þetta er bara, þetta er 2 tíma skólu, ekki bara fyrir mig og Egil, fyrir ykkur líka, hlustendur. Bara ég mæli með fólk, sko, náið ykkur í blað og penna. Það er að sér að gera núna. Og ritið niður hvernig skal lifa lífinu. Ásgeir Kolbensson ætlar að fara yfir það hér og eftir. En við erum með rándýran þátt, ekki bara með rándýran gestastjórnanda, heldur rándýran þátt í dag. Það er bara þannig. Við erum með nýjan dagskráralið sem að heitir Hvort myndirðu frekar. Hvort myndirðu frekar, já. Þetta er eitthvað sem þú fætt þessu hugmynd í gær. Já, heima hjá mér. Lárendur ekki á magarum á tippinu eins og þú heldur alltaf. Ég bara lá upp í sófa að horfa á 24 þegar mér datt þetta í hug. Í hverju varstu? Ég var í svörtum Nike-stöpuksum og hvítum ból. Ekki sókum? Nei, ég var nýkomin að styrstu þegar ég fekk svo hugmynda. Séði fyrir mér. Já, gaman að þú skuli stinja við því. En það er dagskráralið sem er hér á eftir sem heitir Hvort myndirðu frekar. Við ætlum að fara í spurt og svara og styrta staðreyndir eins og er alltaf í FM 95 Blö. Við Egill Einarsson, Kolb, erum búin að gera rosalegan trailer af því að þú ert í þættinum í dag. Bara okay. Og við ætlum að spila hann hérna eftir. Og þetta er eiginlega trailer sem hefði átt að ganga á FM í allan dag. Já, við skitum. Við skitum, sko. Þetta er bara... Það mátti gera trailer í gær, en við skitum. Við skitum? Já, það er ekkert á hverjum degi sem að fæla Cold Father sem gestastjórnanda, þannig að við hendum í trailer. Og þið heyrið hann hér á eftir. Við spilum hann eftir. Jafnvel við spilum oftar en einu sinni. Hann heit aldrei. Svo erum við, við ætlum að hringja í Sverri Bergmann. Ef hann skildi vera að hlusta, þá megum við vel ekki segja af hverju við ætlum að hringja hann. Nei. Hann er samt ekki heldur að hlusta. Það þarf eiginlega að vera surprise. Eyja, hvernig er hann komin? Er hann í gubbólu núna? Nei, það er eftir, hann er að fara að brunna. Jú, hann gæti verið komin í gubbólf. En við ætlum að hringja hann, því að, Sverri Bergmann, Loverboy, hann, fyrirhandi kærastan hans var að byrja með One Hell of a Man. Gætum þurft að ræða það hans. Já, what a man. Það er bara þannig, sko. Já, kannski flestum finnst þetta kannski óþælt umræðefni að þú eru að tala um fyrirhandi kærustuna sínar og nýja kærasta, en Sverrir er eitthvað svona einhvern veginn léttir og... Já, við meðum bara ekki segja um sem að hringi í hann, sko, þess að mánu er líka að hlusta núna, en hvaða mann eru að tala, Egill? Það með þau Arda Gull Áksson. Já, við ætlum að reyna að ná á Svessa og aðeins að heyri í honum, Gæti verið vandrarlegt spjall. Er hann að vinna eitthvað með þetta svona eins og þú, með stökkpallin? Nei, það er sem ég er með stand-upinu. Ég ætla ekki að fara yfir stand-upinu mitt hérna, sko. Nei, hann er reyndar, getur verið að svessa sér dóttin í stökkpall líka. Svein með þá. En ég þekki þetta vandamál, orðið á þannig. Svo er, ég ætla að spila hérna þegar Áskilast brefið hjá mér síðast að hann kom hérna sem gestastjórnandi. Það er mjög skemmtilegt að vera heitt það. Nei, ég er svona, don't collect. Hann kom inn fyrir 2 mánuðum til minn sem gestastjórnandi og á miðvikundi, þá var ég alltaf með gestastjórnandur á miðvikudum. Og ég let Ásgeir Kolbens lesa bref eins og hann gerði alltaf í þættinum að sér á miðnætti, nema að það var svona... Viss hann ekki var með stríða honum með? Nei, og brefið er svona að byrja að tengja. Við heyrið það betur hér og eftir. Ekki nóg með það, Kófaður, að Blöð hafi verið að stríða þær í The Radio. Nei. Manstu í tekin þegar hann fekst næstu ykkur ástralega upp? Mann ég? Heldur ég... Alveg rólegur, sko. En, já, ég mann það. Heldur ég virkilega að það verið einhver tímangi. Hefur einhver minnst á að við aftur sem það þáttur og sýntur? Nei, bara ekki. Það er ekkert að ræða þetta og þetta er bara gleymt. Þetta er ekki inn á YouTube og þetta er ekki neinstar, fólk nálgast þetta ekki. Þegar Kolb var svo góður við Ástraland, hann leiði honum bara að klæða svo í skyrtunni. Rólegur. Já, það... Þú með ekkert að klæða. Þú varst komin á núr. Sko, hálftíma lengur með þetta komandi og þetta sé klippa bara pornhöbitar. Það er, þú hljópst, þú varst snöggur að hljópa inn. Ég byrjar að vorkjana Kolb með þetta. En við getum ekki spilað það því að við erum í útvarpi. En við verðum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur, eins og þið heyrið. Og byrjum. Stigmaði Somebody to Love hér á FM 957 á föstudegi og ekkert venjulegum föstudegi því að það er búið að vera rigning í allan dag og þunglindislegt yfir og þetta er nákvæmlega það sem verður helgina þannig að búið ykkur vel. Við ætlum að halda áfram með topp tónlistir eftir smá stund en fyrst er það viðtal við 2 grjótara. Hvað segir strákar? Svona á opna eftir lagmaður. Takk fyrir að kenna okkur Kolb. Ég hef fólk með blað og penna heima. Jesus. Það eru röddina líka. Já. Og ég líka fann bara hvað er vont veður úti á að heyra hann segja það. Já, það er líka vont veður. En gætur þú eftir, þú opnar eftir, sagt að sé sól
og gott við Já. þó það sé rigning. Skal búa til feelingin. Þú ert með það góða útástur þetta Ásgeir, ég myndi treysta hverju sem þú segir. Það er svoleiðis. Já. Það er þannig. Þú getur logið einhverju sko mig sjálfan, ég myndi trúa það. Ok. En Prófa. við reyndar ekki að fara í viðtal við tvo glerharða, heldur eru að fara í slúður. Yes. Og já, ég er með svona allt í lagi pakki, ég er eiginlega bara með 2 slúðurpakki í dag. Og Þetta er Miley. nei, mér er ekki með Miley Cyrus. Hvað er þetta, maður? En, Þetta er á þetta því að en- hún er alltaf að skýta á sig, alltaf, í hverja einustu viku skýtur hún á sig. Þú ert aldrei með slúður. Herðu, En ef Shia þú ert LaBeouf. æstur í Miley Cyrus, adda henni þá á Instagram og þú fær leið á hann eftir korter, ég get lofaði því. Já, svoleiðis, já. Já, engar áhyggjur. Ertu með Kim Kardashian? Nei, jú, Shia ég er með LaBeouf. hana, ég ætla ekki að ljúga, ég er með hana. Yes! Shia LaBeouf. Nei, ég er með Kim Kardashian á Instagram, ég er ekki með hana á En Shia Ó, LaBeouf. ég ætla að vera með. Shia LaBeouf, nei, ekkert með honum heldur. Shia LaBeouf með allt niður þessu. Heitir hann ekki Shia LaBeouf? Jú, hann Famous var Shai. Já, hann var bara að reykja um daginn og var handtekinn eins og því. hann skeit í leikhúsi. Já, bara í leikhúsi Já. og sagði bröllum að þegja. Já. Það var eitthvað búin að fá sig þá held ég. En ég ætla að byrja slúðrið á Ben Affleck og sko þetta finnst mér Ó, mjög Ben skemmtilegt. Affleck slúður. Já, hann er að taka núna upp kvikmyndina hérna, með Superman og Batman sem sagt að myndin heitir Batman vs. Superman Það er rosalega mynd. og það er að taka hann upp í Detroit og það eru núna leifð kasino í Detroit og já, hann er víst þekktur gamblari, hann Ben Affleck, ég til dæmis vissi að hann var mjög góður í póker. Hann er að gambling man. Hann er að gambling Bara eins og man. við félagarnir. Já, hann spila póker og það sem hann er víst, hann er snillingur í blackjack og hann er bannaður á eiginlega öllum kasinónum í Vegas og þetta vissi ég ekki. Hann er banned for life á hérna til dæmis Hard Rock Casino og einhverjum 3 öðrum í Vegas og fær helst ekki að spila á sem stærstu heldur eins og Wynn og hérna Bellagio og öðrum því að hann telur spil. Hann er það góður í blackjack að hann kann að telja og þeir leyfa það ekki. Ég var aldrei náð því. Nei, það er bara Ég tek svona 3-4 spil, það er bara svona, hvað var hérna fyrir 3 spilum síðan? Maður löngum að gleyma þér. Já, maður á bara erut með að telja slægina sína sko. Það eru 5 sko stokkar í einu sko. Já, og hann er vist það hæfileikur en þeir í Detroit, þeir eru ekki með neitt vesen og þeir leifa hann að spila og hann er mjög ánægð með það og það var einhver sem náða paparazza mynda á honum hérna sem er komin á netið, tekin á eitthvað síma þar sem hann situr og þar sat hann með $30,000 sem sagt við blackjack-borðið, þannig að hann hefur verið að spila hann var með 4 milljónir fyrir fram að sig að spila blackjack. Það er klink fyrir Ben Affleck. Bara að byrja bara. Já, þetta er svona, hann er ekki alveg með 10 skallin eins og við þegar við hendum okkur í blackjackan úti. Nei, þú er, sko, 4 ég milljónir. vil sjá Blondell detti þetta. Láta banna einhverju kasínu. Ef ég verð bannar á einhverju kasinu það er að því ég verð blindtötur og ógeðslugur, það er ekki að því ég er að telja spil held ég sko. Sveið mig þá. En þú ert ágættur í blackjack, ég vil ná þér í þetta success, sko. Já, ég bara hef ekki þetta wits í þetta eins og þau segja. Þú bara aðeins að, sko, drekka bara 20 GOT í staðin fyrir 50 og þú ert í toppmál. Segir maður sem klárar vodka Red Bullin þetta við borðið. Hérna, svo er líka slúður að fyrrandi kærustu Ben Affleck og veit hver það er? J-Lo. Það er hárrétt hér. Og já, sko, J-Lo var að gefa út vídeo Ég er mikil J-Lo maður, bara koma því að. Er það? Ert þú mikil J-Lo maður líka, Kólþóður? Já, eiginlega. virkilega gaman og skildi koma því aðeins. En já, hún var að gefa út vídeo við nýja lagi sitt og þetta vídeo kom út í gæri í nótt eiginlega og strax kom með 2 million views eða það eru 2 milljónir búin að horfa á þetta á YouTube. Og já sko, stöllur hennar í söngbransanum er ekkert allt og sáttar við J-Lo. Hafið þið séð þetta vídeo? Já, ég hef búin að horfa á þetta. Mér finnst þetta er neðan alltaf hellur persónulega. Þetta er eiginlega bara eins og vídeoinn hérna Nicki Minaj. Þetta er bara verið, sko, ég horfði á þetta. Já, þetta eru 4 mínútur, það er að dilla rassinum allan tíman. Og Viðbjóður. Celine Dion og fleiri eru ekkert alltaf hrifnir af þessu. Því að ég fór mér þess að hugsa út í þetta, ég er svolítið sammálaðum. Hún er 41 árs held ég, J-Lo. 41 árs eða 42. Já, best aldri. En þegar ég var 20, þá var svo skemmtilega til að mamma mín var 41 árs. Þá var ég fluttur eitt í bæinn. Ég er rosalega fegin að mamma mín var ekki að nutta raskatinn á sér upp í einhverja 20 stúlku á vídjói sem að 100 miljón mann sá. Þetta alveg viss? Já, menn og veist, þetta er ekki J-Lo, hún er hrikalega flott, sexy og bara góð leikona og fínasta sönguna og fullt af góða lögum. Er ekki pínu eitthvað off á hún sem 41 árs að gera svona vídjó með 20 Ég er náttúrulega nokkuð vissum að ef hún Hafdís mín myndi hendi eitt gott svona Þú veist að meina að mamma myndi hendi þetta og hún hefði... Ég held að mamma myndi pakka þessu saman. Ertu búin að fara í Hún myndi rúlla gegnum þessu. allar gömlu Vafo S vídeospólunar? Já, sko, þegar ég var 20, þá myndi ég mun eftir ef að mamma mín var að taka Nei, ég meina svona þetta er kannski vídeó. eitthvað sem hún tók bara án þína vitundar. Já, bara með vinkonum sinni Já, eitthvað í einhverju svefnherbergi, svefnarklúbb. Já, en þá sá það engin annar. Sko, það var mjög fínt. En sko, ég ætla að leiðir þetta í Blondell, Jennifer Lopez er 45 ára. 40, vá, ok. En sko, en Þá var málið ég er, orðinn, en mitt koncept er, hei, Já. út 45 ára, út í geggjuðu formi, show it girl, Já. það er svolítið þessi mitt koncept er. Ef þú vilt dilla rassinum hann í vídjónu, Já, auðvitað. gerðu það bara. En hún er að fá En svona fyrir mér smá skít fyrir persónulega, dótið. þetta vídjó fyrir neðan allar hellu.
Já, þetta er bara Allar hellum. Þetta er eiginlega fáránlegt vídeó. Allar. Alveg. Bara hérna, og þessi Iggy hérna Azalea, Iggy Azalea. Hún með 1 áhugamál og það raskatið þessu. Já. Það 1 áhugamál. En það var líka, ég var náttúrulega með hana daginn hérna í slúrun líka, það var að leika eitthvað vídeo með henn á netið, svei mig það var ekki bara þetta vídeo, þegar þetta eins og klámvídeó. Hvað heitir hún? Iggy Azalea? Iggy Azalea. Það vantar eitt ennan áttu komið það. Þetta var slúðurpakki dagsins, var Jagundur. Það var gott slúður með Ben Affleck, að hann sé bannaður í kasínum og svo, ég veist það ekki. Og svo var auðmikinn Chris Brown að fá sér nýjan bíl, og sko hann til hamingju með það. Til hamingju Chris Brown. FM 957 og Sambíó kynna If I Stay. If I Stay frábær ástasaga með frábæri tónlist sem undirstreikar það hversu kraftmikil fyrsta ástin getur verið. Ef þú myndir lenda í lífshættulegu slysi ásamt fjölskylduðinni, gætir þú valið á milli hennar og stóru ástarinnar í þínu lífi. Chloe Moretz þarf að svara þessari ókvæðanlegu spurningu í mynd sem byggð á samnefndri metsölubók If I Stay. Fylgstu með alla vikuna og þú getur næltir í miða á þessa mögnuðu ástasögu sem engin stelpa vill missa af. FM 957 og Sambíóin. I'm still here and I'm crazy in love with you. Krabbíspartí á Frón laugardaginn 20. september. Krabbís í boði milli klukkan 11 og 12 og heppnir gestir fá 5 í fötum. DJ GK eða GK heldur upp í fjörinu fram á nótt. Frón, tónlistar og næturklúbbur. Skálmöld, þungarokksýning á stóra sviði Borgarleikhússins. Tryggðu þér miða. Borgarleikhúsið. Við lánum aukalega til þeirra sem að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti. Kynntu þér málið á islandsbanki.is. Septembertilboðin í 10.11 eru frábær á ferðinni. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Notaðir Toyota bílar. toyotakletthálsi.is. Matur, hljómsveitir, snúðar, knús og kossar. Presso. Alveg! Vantar þið orku fyrir æfingu? Lovechock keyrir upp APT-kerfið. Fáðu Lovechock súkkulaði fyrir æfingu. Lovechock fæst í lifandi, græna hlekknum og í heilsuhúsinu. Auraboð.is gefur tilbaka. 20% af hagnaði allra uppboða eftir skatta í september renna til styrktar krabbameinssjúkra barna. Auraboð.is. Píta með nautakjöti. Pítan, alltaf fersk. Veldu þann sem þér þykir bestur. Nú getur þú smakkað áður en þú ákveður. Jójóís, Egilsgötu og Nýbýlavegi. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Jógasmiðjan. Frýr pröfutími fyrir alla. Jógasmiðjan, Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Útsalan byrjuð hjá TRI Verslun. Alltaf 40% afsláttur af Q-breiðhjólum. TRI.is. Toppaðu daginn með Juicy samlokum og góðu kaffi hjá Joe and the Juice. Kíktu til okkar í Kringluna, Smáralind eða World Class Laugum. Já, þeir að hlusta á FM 957. Það sólin skínandi, það 25 stæði hiti. Það föstudagur 19. september og lífið leikur við okkur. Já, sólin skín kannski ekki en lífið leikur hins vegar við okkur. Þetta nýtt konseptið með alveg sama á þessi rigning eða snjór eða fellibylur. Það sól úti. Konseptið með. En sé ekkert spes koncept sko. Það hins vegar komið að nýjum dagskrálið hér í FM 95 Blöð. Og já, á þessum tíma fyrir oftast í myndri fyrir cash en ég ætla að geyma það þanglunar á eftir og fara í nýja dagskrálið sem heitir Kortmyndur frekar. Það nýja dagskrálið. Já, og ég spyr ykkur báða og þeir svarið. Það komir í stellingar fyrir þess að vill. Og nafnið á dagskráliðinum, ég segi svolítið hvað maður fara út í. Eru þið tilbúinir, drengir? Yes. Ásgeir Kolbjörnsson, tilbúin? Mjög. Þá byrjaði hér. Kortmynduði frekar geta talað öll tungumál heimsins eða geta talað við dýr. Wow. Þetta líklega besta spurning sem ég á ævinni fengið. Wow, þetta spurning. Nei. Það eru 6.000 og eitthvað tungumál, þú myndir kunna það öll. Wow, ég geta talað við dýr. Já, ég vil tala við dýr.
Já, ég var með töksum, en þú kannski fara til Spánar. Mér alveg saman. Og þú fara með leigubíl, og þú segir við leigubíl svona, yes my friend, I would like to go to a restaurant, it's called Jimmy's. No comprende. Það segir bara restaurante Jimmy's. Já, og segir, restaurante Jimmy's. No, wow, og bara liftar hann öxlum. Þá væri ég til að geta sagt bara á spensku. Og hann farinn, búm. Já, það er líka, það er ekki djók að kunna bara öll tungumál heimsins. Það er sama hvað þú ert, þú getur farið bara til Kína og bara tala við, hvað er í gangi hérna? Já, en ég menna, ertu ekki að fara til Kína, ertu ekki að fara út allt, þú veist, ef þú ert að tala við dýr. Það er engin annar að tala við dýr, sko. Það er fullt af fólki sem kann alls konar tungumál. Já, það er enda það er lið sem talar alveg 5, 6, 7 tungumál, ekkert mál, sko. Þú tala við dýr. Spá líka hvað er rosalegt þegar maður til dæmis er að tala við hundin hjá einhverjum og hann er bara að segja mann, spáði ég geti talað við Pullu, hundina Steinda. Ég var eitthvað Pulla, hvernig hefur það? Og hann myndi bara segja mér að vera að migla með höfðum, fengi bara ógeðslega mat og leiti. Steindi, ég myndi bara segja, Steindi, ég var að tala við hundin. Hund leiðist. Pullu leiðist. Og við finnum sér nýtt heimili. Sá væri fáinn. En hvað erum við að tala um öll dýr? Þú veist, við erum að tala um bara að þú fyrir í garð í rigningu og það er einhverju maðkar að skriða og þeir bara fuck, það er rigning. Og Nei, sko ég var að spá hvort þetta verður öll dýr eða hvort þú getur bara talað við eitthvað eitt dýr. Já. Eitt dýr er ömurlegu dýr, sko. Já, þá velji tungumálið. Tungumálið, já. En ef við getum talað við öll dýr í heiminum þá myndum við velja það, geta talað við dýrin. Já, það er líka annað í þessu. Þú getur explorað Afríkun svo leggur sig. Það er ekki að vera hræddur við ljónið. Sem bara ljón ætlar að ráðast á því bara, hei vinnur. Þú getur alveg að tala við mann en hann dreipið þess, sko. Já, en ég menna, þú veist. Hvað heldur að ljónið öskri hérna? Já, það er mikla líkur að geta talað við það. Bara, hei, gaur, ég er með kjötstykki út í bíl, slaka þú á, ég skal gefa þér kjötstykki. Já, láttu mig vera. Láttu mig vera, ég er líka með Egil vinn minn út í bíl og I come in peace. Já, veist eitthvað. Já, ég er enda, það væri geggjað að geta talað við öll dýr. En Egil, þú ert sammála því líka, tökur að frekar tala dýrin? Sko, ég var að hugsa þetta. Málið er að ég held ég myndi vera fyrir miklu vombriðum ekki tala vel dýr. Flest dýr eru með lága grendaðastölu, nema kannski háhyrningar og höfrungar. Háhyrningar, höfrungar og krummar. Þetta eru dýr sem er hága grendaðastölu. Ég held að það sé leiðilt að tala við flest öðrum dýr, sko. Bara svo að þið finnst leiðilt að tala við Rikka G og þannig að taumskur, skilur. Nei, ég er mjög gaman að tala við Rikka G. En sko, en ef þú kannt öll tungumál í heiminum, veistu hvað, þú getur búið til mikið að cash. Þannig að þú ætlar að taka öll tungumál. Já. Ok, við vorum ekki með sama svar. Ég ætla að koma á þjóðtíð næsta ári á höfrung. Bara svona, kalli einhvern höfrung og hann kemur upp á landi og ég bara svona held í hann og sér bara Ég held, Kolb, að það sé það eina sem þú er eftir að gera á þjóðtíð, það er að koma á höfrung. Ég held að þú sétt búin að gera allt annað, þannig að það væri rosalegt að sjá þig koma hann á höfrung. Og hvernig tókst hann þetta? Hann talaði við hann. Svo er það næsta spurning, hlustendur, hvort að þeir myndi að taka öll tungumálin eða dýrin. Egil tók kunna öll tungumál í heiminum, Kolb tók að tala við dýr. Bara út af því cash. Cash is king hjá þér. Cash is king. Svo er það næsta, hvort myndið þið velja, eða hvort myndið þið frekar, vilja fá að sjá hverjum þið giftist eða vita hvernig þið deyið. Og nú þetta er svolítið tricky spurning þegar nú ég báði kærustu, hvor eru ykkar giftur. Svolítið leiðilegt að þið fá allt í hún að sjá að þetta er ekki svo sem að þið giftist. Já, sem kemur bara myndað J-Lo. Já, nei, ég skal lofa að það er enga líkur á því. En kannski einhver gammal starffræðikennarinn eða eitthvað. Þú ekki að fara eitthvað sem er líklegt. Hvað, Einar? Ég vona að það væri frábært að hann myndi poppa upp hana. Ok, en hvort myndi taka hana? Það er líka, ekki ömulegt að fá að sjá hvernig þetta er. Það voru alltaf, hræddu við að býða eftir. Og fara að sjá líka hvenar. Já. Það væri svona veisla. Nei, það var ekki veisla en það ég myndi að það var morgun, sko. Ég er ekki sömu stöð á því, en ég myndi alltaf taka frekar bara sjá hvernig ég myndi gista. En ef þú myndi fá að sjá hvernig þú deyrir, þú fær bara að hörðu, þú deyrir hérna auðvitað 2067. Þá getur þú bara drukkið þig í drasl alla daga, einn heima, með allt niður þig og þú veist, ekkert vesen, 2067. Já, það er eftir, sko, 53 ár. Og ég bara drekka í 50, heldur að það sé að stoppa maður því ég haldi degi á morgun ef ég drekka það. Það er eitthvað rugglaður það. Veist það, þú ert stundum með það. Þú ert með greindaðstölu á við 14 rúlingst. Þú væri góð með dýrunum, svipu greindavíst. Já, þetta er bara Egil ætti heima með dýrunum. En hvort tækið þið, strákar? Ég vil svar. Já, ég held að giftingin væri alltaf málið, sko. Hvernig þú deyrið? Nei, hvernig er þetta klikkað? Þið eru mjög ósamála hérna. Hvað langar að sjá þið bara liggja inn og spítala eitthvað? Nei, það fá dagsetninguna. Ömulegt að sjá það á næsta ári, svo. Nei, ég fæ það á næsta ári. Þú getur allan að fara að setja niður plan. Ok, Vegas hérna, mjess. Hérna, Mount Everest, þessa helgi, mjess. Í staðin fyrir að vera bara heima, gera ekki neitt, sem búm, farið. En fylgir það, færðu árið?
Ferðarsrættir giftir eftir 10 ára eða eitthvað leis. Já. Nei. Þú tekur samt giftinguna? Já, ég vil ekki sjá hvenær og hvernig þetta Já, þvílíkveisla. Þvílíkveisla. Líka ömulegt þú ert í Vegas, vitandi bara, þú átt kannski ekki það mikið eftir. Heldur þú myndið skemmta þig vel? Að sjálfsögðu. Þú bara væri með klukkuna, ég hef núna 3 tímar, hendar í gott blackjack eða eitthvað, ég veit það ekki. Allavega, já, þetta er hérna, við erum ósamála, já, þið eru ekki sammála í þessum. Þá er það síðasta, kannski verður þið sammála hér. Hvort myndu þið frekar aldrei aftur hlusta á tónlist eða aldrei aftur horfa á sjónvarp? Ég vinn við tónlist, það er... Vinnu við tónlist? Það er my cash flow. Ertu að vinna, Egil? Þú ert ekki að vinna við tónlist, þú ert einkaþjálfari. Þú getur alveg ítt á hennar playtaka þó þú myndir ekki hlusta á tónlist. Já, ítt á playtaka og vera með erðantap á síðan. Það er ekki eins og sett að dansa í takt við tónlistina, hvað sem er. Nei, þú ert taktlaus gjörsamlega. Alveg rosalegt. Aldrei að horfa sjónvarp eða aldrei að hlusta á tónlist. Sjónvarp er það bíó líka, svona allt eitthvað. Þannig að nýja dömumyndin, ég bara mætti ekki fara með í bíó á það. Akkurat. Frábært. Þetta er ömuleg spurning. Þetta er lose-lose. Já, þetta er ömulegt að missa annað. Það er líka bara sínið hvað þú hefur það gott. Og síðan, hvað er það að gera við félagarnir alltaf kannski fá okkur nokkra öllar og fara austur og fá laskat upp og hvað á ég þá bara, hvernig, má ég þá ekki vera að inni það? Þú ert að vera með eyrnatappa. Já. Eða gæti líka verið hægt að setja stilla þannig að þú bara heyrir ekki tónlist. Fattur, þú getur verið með okkur stefna okkur. Að dansa og þú ert nú taktlust fyrir, hvernig ætlar að dansa og heyrir ekki tónlist? Ég finn bassan í hjartanu og lærum. Bassa? Er ekki góð bassi þarna? Ég vil svar. Þú er offa bíómyndir því miður, þó ég elski góða bíómyndir. Hún myndir aldrei sjá bíómyndir. Þið vinna minn, ég er DJ, Ásgeir. Já, ég er bara, við erum aftur ósámála hérna. Ég er DJ. Þú veist. Þú myndir aldrei aftur hlusta á tónlist og halda áfram með þáttinn sjá þau. Skemmtist það, Kólfáður? Og hvað? Getur aldrei farið í bíó, aldrei hort á sjónvarp. Þú ert sjónvarpsjúklingur. Hann er með sjáðu og með skemmtist það. Þetta er erfitt fyrir hann. Hvað er að gera með YouTube til dæmis? Banna að horfa á YouTube. Nei, ég get hort á heimildamöndu YouTube. Nei. Ég get hort á tónlistavídeó. Nei. Kolb, hvað var svarið þitt? Egil sagði að hann myndi hætta að hlusta á tónlist. Þú? Nei, hann ætla að hætta að horfa á bíó. Hætta að horfa á bíó, þú ætlar að hætta að hlusta á tónlist. Þið voru ekki sammála eitt svar í þessu nýja lið. Hvernig var það að fíla nýja liðin? Mjög gott. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want it. Asilia hér með Black Widow. Þeir að hlusta á FM 95 blö á þessum föstu degi, 19. september, þetta er ekki lengi að líða. Gullfallega föstu degi? Já, það er ekki það sem föstu degi. Ný. Og við sitjum hér, ég, Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Ásgeir Kolbeinsson og verðum hér til 6 í dag. Hér á FM. Hér á FM, en já, það er komin tími á að spila trailer sem að við Egill byggum til fyrir í dag þegar við vissum að Ásgeir Kolbeins er gestastjórnandi hjá okkur. Og eins og við sögum hér í upphafi þáttar að þá skýtum við pínu á okkur með að hafa, já, þetta ekki bara rúllandi á FM í allan dag. Já, út af því við gerðum trailer, við erum að spila núna. Já. Þegar hann er komin í þáttinn, sko. Já, hann er mættur í þáttinn, sko. Þarna komið ljós að við félagarnir með lág agendaöftölu. Það hjálpaði okkur ekki neitt þarna. Nei, en okkur fannst bara þegar við fáum The Godfather Kolb í þáttinn, þá fannst okkur bara við hæfi að hann myndi fá trailer. Godfather. Og já, þetta er trailer eins og við sögum sem hefði átt að spilast á FM í allan dag til þess að auglýsa að Kolb væri hérna. Við höfum ekki bara henda trailerum í gang. Okkur ekki. Ég til því að það var sko, fólk bara trúði valla að Ásgeir væri að koma. Tjekkum á þessu. Hann á austur. Hann er með sinn eigin sjónvarpsþátt. Allar konur viljan og karlar vilja vera hann. Og hann er í FM 95 blö í dag. Hann er með skúter í símaskráni sinni. Hann er með þykkasta hár á Íslandi. Hann á horfurur upp á 10 milljónir. Ásgeir Kolbeinsson! Það er bara alveg Ásgeir Kolbeinsson er mætt FM 95 blö. Og af hverju þessi trailer ekki búinn að rúlla alla vikuna? Átti að byrja að rúlla á mánudaginn þessi trailer. Ég er alveg sammála því. Þetta átti að vera alla vikuna, en svona hljómaði þessi trailer. Svakaleg. Ertu ekki stoltur af þessu? Ég er stoltur. Hvernig hafður þið tími í þetta, Kolb? Þú ert með svo mörg járn í eldinu. Basically sagði það hann í trailerum, ég bjóð til tíma. Made time. They said he didn't have time, he made time.
time. Förum hér í smá auglýsingar. Svo hér strax eftir auglýsingar erum við með sturlaða staðreyndir, spurt og svarað. Og já, myndir fyrir cash og fleira. Nóg eftir. I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Vá, ég tárast. Nú risa útsölumarkaður á tónlist, DFD, Blu-ray, tölvuleikjum og leikföngum í Hagkaup Smáralind og Hagkaup Skeifunni. Verð frá 499 krónum. Hagkaup, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Skálmöld, þungarokksýning á stóra sviði Borgarleikhússins. Aðeins 3 sýningar. Borgarleikhúsið. Þegar fólk alltaf að stækka og þegar hollt verður líka að vera gott. Hollustan býr í hringnum. Seriós. Í dag föstudag bátur dagsins túnfiskbátur. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Stattu traustum fótum með Timberland. Timberland Laugavegi, Timberland Kringlunni. Samfum kynir. How come you never written a song for me? I'm no good at writing about things that make me happy. If I stay. Am I dying? It's all up to you. Á maður að lifa fyrir ástina þegar allt virðist vera vonlaust. How am I supposed to find the strength to stay? Byggð á samnefndri metsölubók. I'm so here, and I'm so crazy in love with you. You wrote me a song. If I stay, komin í bíó. Náðu fram því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráningar í gangi. Nánari upplýsingar námsframboð á rfa.is. Auraboð.is gefur tilbaka 20% af hagnaði allra uppboða eftir skatta í september renna til styrktar krabbameinssjúkra barna. Auraboð.is. Hvert þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Flottir bílar á góðu verði. Toyota Kletthálsi. Þjónustufulltrúar 118 bíða eftir símtali frá þér í símanúmerinu 1818. Já svarið. Lán eða ekki lán. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Keep calm, eat sushi. Like a boss. Like a boss, yes. Sushi barinn. Hámaðu í þig með hreina samvisku. Safran. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. The Milky Chance eða mjólkur sensinum. Það var að fara íslenska þetta, Stolen Dance. Milky Chance. Mjög skemmtilegt. Stolen Dance. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blu. Áskir Kolbeinn situr hér fyrir Steinda Junior sem í tökum á þættinni sínum með hreinn skjöldur. Það fyrir nú að styttast í hann aftur í næsta mánuði. Við eigum eftir að fá allavega 3 gestastjórnendur í viðbót og ef þið eru með skemmtilegar hugmyndir endilega komið með þær inn á Twitter. Það var eitthvað sérstaklega sem þið viljið fá hérna í sætið hans Steinda. En það hins vegar komið núna á dagskrárlið sem sennilega eini dagskrárliðurinn sem fólk lærir eitthvað á þegar hlustar á FM 95 Blu. Okay. Það eru sturlaðar staðreyndir og ég nýti mér, ég er náttúrulega búin að lesa núna sturlaðar staðreyndir í 2,5 ár. Ég nýti mér margar sturlaðar staðreyndir. Ég byrja að nota þetta heima á svona 3 mannhluti. Það? Já, ég til dæmis þreif hjá mér, þannig voru svolítið svona skítur hjá mér sturtuklefin heima. Svo ég einhvern veginn sturlu staðreind og getur tekið sítrónu og nutta og fer bara svona skíturinn. Það svínvirkaði. Nutta bara á drulluna? Já. Fullt á svona sem ég læra á þessu. En ég með 10 eins og alltaf og eru þið tilbúinir drengir? Yes. Og vonandi hlustendur líka. Hér kemur allavega fyrsta sturlaða staðreind dagsins. Salan á nýjustu bók John Rivers sem að lést nú á dögunum, grínistinn. Hefur, salan á nýjustu bók John Rivers hefur aukist 60.000% eftir andlát hennar. Já, frábært fyrir hana. Já, það hún kannski fær Hver fær cashið? Það familjan örugglega. En þetta rosalega mikið svona þegar einhver frægur listamaður deyr þá ríkur öll sala bara upp úr öllu veldi. Þetta lífsleikni Gils myndir rjúka út ef að Egil myndi falla frá. Það 100%. Já, DFT-salan bara rosalega. Fjölskyldan 600 út eintök. Já, það ekki þannig. Ég heldur sér ekki til eins og ný. Það spurning hvort að biblía fallega fræðafólk sem myndi kannski loksins seljast. Ég held að það 6.000 þannig inn á lager. Nei, það voru bara prentu 2500, 2006 þar. Hvað er það geimt? Í hvaða geimslu það? Ég veit ekki hvað þetta eins og ný. Tekur svolítið plás. Voru ekki það voru 2000 bækur eftir það ekki? Nei, það var, ekki af biblíunni. Ok. Það voru prenta líka minna, þá var ég ekki orðin metsölur í 2006 sko. Fyrsta bókin. Hún kom út 2006, já. Einhvers staðar verður að byrja. Yes, það er bara hannig. Svo sumar rottur eru samúðarfylltri heldur en fólk.
og ekki vissi að rottur getur verið samúðafullar. Nei, en hljómar... þær hafa tilfinningar kannski. Já, þetta hljómar eins og einhver kunna að tala við dýrin. Hvernig í anskotanum veistu það hvort að rotta sé samúðafull? Nei, ég veit ekki hvernig þú kemst að því. Hvað, bara einhver rotta að brenna inn í húsi og hinn að draga hann út? Hvað, ég bjarga þér Þetta ekki smá samúðafull rotta, maður. Já, hvað, vá. Nei, ekki ljóma styrlaða staðreyndir, trúðu mér. Það oft borin að googla til að koma... Alltaf það ekki bara þannig með rottur eins og alla aðra, það til skemmtilega rottur sem eru toppmenn og síðan til fávitar. Já, toppmenn, topp rottur mennur. Aldrei að sé til svona grínista rottur. Ein rotta sem miklu fyndnar en hinnar. Bóttið. Ég var til að hitta hana. Geðveikt fyndna rottur. Svo er það hér þriðja. 50% táninga sofa hjá fyrir 10. bekk. 50%? Já, nú ætla ég að spyrja ykkur hérna að sitja tveir fólar. Þarf ekki að spyrja Kolbarn að þessu. Kol, verður þú í þessum 50%? Nei. Var það eftir 10. bekk? Já. Egill? Já, eftir 10. Ég er svo silkislagur í þessu. Silkislagur. Ég þarf ekki að spyrja þig, þú þarf að Söðakróki, sko. Ég var fyrir 10. bekk. Ha? Já, 9. Ha? Já, reyndar þau. Á Söðakróki, þú verður ekkert að gera það. En það var, svo kom alveg smá bið. Já, fyrstu leið á þessu? Nei, já, þessum 60 sekundum mínum. Já, vá, hvað er smá þreyttur út að bíða bara. Hvaða lucky man var það? Hei, það var vitlega sigur þér. Það var one lucky man. Þess að beði líka, það var eitthvað rangt þetta. Mér fannst þetta eitthvað skrítið. Nei, herru, svo er það næsta. Kettir geta lifað af 32 hæða fall. Það er rosalegt. Hvorki meira en minna, þú getur farið með kött og ekki það ég sé að hvetja fólk til þess en kettir hafa lifað á 32 hæða fall. Það er smá mikið. Hvað er turnin í Kópavogi? 19 hæðir? Já, hann er 19. Já, vá. Næstu er bara 2 valdið þannig. En nú fer fólk að henda köttum niður. Já, finnst það ekki líklegt, af því að það heyrði það í Sturlunum staðröndum við myndið lifið af. Það er örugglega bara eitthvað núna upp á 30. annara að henda ketti niður. Ég ætla að vona að fólk sé skynsamur að það sem er að hlusta á þáttinn. Vonandi. Þetta er rosalegt. Já, þetta er góð Sturlunum staðrönd hana. En ég ætla samt að vona þegar ekki verið að tjekka, fattur þú? Nei. Ekki 33. Nei, hann dó, ok, 32 hæðir. Þú getur sett það í Sturlunum staðröndir. Svo er það hér, elsta bygging heims er staðsett í Frakklandi. Þetta er til dæmis eitthvað sem fólk getur notað í trivial helgin eitthvað. Elsta bygging heims er staðsett í Frakklandi og var byggð 4800 fyrir Krist. Wow. Hvað er að tala byggingu, veist? Nú bara bygging. Það er eitthvað 20 múrsteinar í kassa, bygging. Já, öruglega. Þú veist það er hægt að vera að rinni og... Er alltaf myndir með þessu staðröndum? Ekki með þessar jústundum. En frakkin með þetta? Já, frakkin með 4000. Frakkin er með elstu 4800 fyrir Krist. Hvað stendur á byggingunni bara eitthvað this building is built? Nei, hvernig geta rekna hvenar dinosaurs voru uppi? Það er einhverju Þeir segja líka bara, þeir henda líka bara 65 miljónum árum á það. Það er einhverju menn sem vinna við þetta. Já. En sko, ég er komin að sturlaða staðrend. Frakkar eru hálfvitur. Nei, þetta, þú ert að aðlega þarna. Nei, ég segja þér, ég er búin að gera könnun. Allir sem ég tala við, sem er fætt í Frakklands, ég spyr alltaf, hvernig er frakkin svona? Já, nú ekki, frekar leðilegur sko, nú hvernig þá? Bara veitingastöðum og svona, svolítið þurr og maður talar ekki, þú veist, frönsku, það eru leðilega, já, sem bara, frekar hérna, ókammo sko. Síðan var að tala við strákundaginn sem vinnur hérna á veitingastað, hann vinnur á Caruso hérna í Reykjavík. Ég spurði hann svona, hvernig eru svona skemmtilegustu kúnnarnir og svona? Og hann sagði, kanarnir er allt skemmtilegt, mest kammo. Kanin er bara... Kanin er kammo. Já, kanin er bara mest næs viðskiptum svo, hvað er kanin? Og sér, hver er leið... How you doing, honey? Já, og sér spurði ég kanni, hver er svona leiðilegustu kúnar? Frakkarnir. Það sagði bara, án efa frakkarnir. Þú er svo dónalegir og leiðilegir. Ok, það máli. Já. Þannig að þetta er staðurind, það sem Lloyd sagði... French are assholes. Harry sagði það. Já. French are assholes í dömur. Ef það er eitthvað frakki að hlusta og byrst í afsökunar og það er raskat á agli. Svo er hér næsta, dúfur geta ekki prumpað. Það er skemmtileg staðreynd. Já, þetta vissi ég ekki. Bara dúfur. Allavega dúfur geta ekki prumpað. En þú veist það er hægja sér. Já, hægja sér. Það er okkur ljóst. En betur ef hún alltaf hægja sér og hún næri ekki hægja sér og kemur svona. Það bara hefur aldrei gerst því að það er prump Egill. Það geta ekki prumpað. Þannig að það er bara að hægja sér. Svo er það næsta, Mark Wahlberg á hamburgerstað sem heitir Wahlburgers. Wow, það er rándýr. Ég verði til að eiga minn eigin hamburger. Það er sem ég langar að búið til stað sem heitir Kolburgers. Já, blöðburgers. Kolburgers er rosalegt reyndar. Kolburgers. Það er eitthvað að fá eitt Kolburger. Já. Eitt Kolburger með baconi. Það er rosalegt. Þú ert að fara að opna hana stað á morgun. Og síðan er staður inn af honum sem heitir Kolbaring.
Kolbarinn, já. Þar getur menn sest og fengið. Akkur hættir ekki með austur og stofna þetta bara. Breyttu austur yfir í Kolbarinn. Já, Kolbarinn. Og já, Mark Wahlberg hann á hamburgerstað sem heitir Wahlburgers, svo það hér Macaulay Culkin, þetta skemmtileg staðreynd. Hann fekk $100,000 eða 12,5 milljón fyrir Home Alone 1 en fekk svo $4,5 milljónir fyrir nummer 2. Það ágætis launahækkun hann. Hann með góðun umbóðsmann. Og sem bara eða $10 milljónir í fíkniefni síðan þá. Hann lítur ekkert alltaf vel út. Hann elskar heroin, sko. Elskar heroin. Nei, þú ert alltaf alhæf eitthvað hérna, Egill. Hvað? Þó hann sé orðið svona grannur og eitthvað, veist, hann reyndar háður líka hérna World of Warcraft, það getur verið það. Þetta ekkert endilega heroin, sko. Hann elskar heroin. En það er eitthvað vesen á honum alltaf, svona nýjastu myndir. Hann er með a devastating heroin addiction. Stendur það? Yes. Devastating. Það er reyndar leðilegt, vona að rífa svo því. Ég vil segja, hann elskar heroin. Ok. Að syngja losar stress og kvíða. Þannig að ef þau eru stressaðir með eitthvað kvíðir eitthvað, þá bara syngja. Já, það er mjög gott. Það er eitthvað lag? Já, það er eitthvað lag sem þú fílar. Það eru eitthvað fínt eða til dæmis að keppa á heimsmeistarakeppninni í fótbolta, það er að taka víti, okkur raular ekki bara eitthvað gott lag á hundan. Ég hef aldrei séð leikmann syngja og að lappa stilla boltanum. Þetta væri það fáránlegt. Ég meina, þetta er nákvæmlega hérna úr Wolf of Wall Street, þess að vara með þarna muningum. Já, hann var að losa stress. Góð punktur í á Kolbarnum hann. Það var enda mjög gott að sjá að getur verið að fara bara Argentína, Þýskalandi, hérna, Vítarfinn getur svo bara einhver I wanna feel so free, yeah. Rétt ára að vera punktinn. Við þurfum að segja mönnum þetta. Já, það eru 2 eftir. Það slasast fleiri við að stunda kynlíf á sófa heldur en nokkuð staðar annars staðar. Þannig að passið ykkur, kæru hlustendur, ef þið eruð dottin í stuð á sófanum heima. Já. Það er vist hættuleg staður. Já, fólk dettur af sófanum og rekur höfuð í sófaborðið. Það er vesinni, sko. Nú greinlega þekkir þetta. Já, nákvæmlega. Það var bara... Fyrstu kúlu þrútast á sófaborðið, eða hvernig var það? Til í sjúkraskýslu með það. Og svo var það síðasta. Ökklinn á þér er þægilegasti staður líkamanns til að klóra sér á. Þeir segja að þú færð hvergi jafn mikla svona nöytn heldur en þegar þú ert að klóra þér á ökklanum. Ökklanum? Já, þannig að þið klæjar á ökklanum og byrjar að klóra þér, það er vist það þægilegt að, með þess að ég ætla að prófa núna. Já, hann er svona, já, hann er næmur. Samt, þetta er eitthvað skrítið við þetta. Ef þú myndir segja núna við mig, ég ætla að klóra það hvað svo þú vilt. Ég myndi alltaf segja svona cozy bakklór frekar en ökklaklór. Já, eða í hárið? Já, en ég... Já, í hárið, wow. Þess ekki? Æðislegt. Wow, ég... Að fara í nutt, klóra mér hárið. Að liggja í vaskinum á kartir þegar verður nutta Hætti að tala alltaf um þetta. Og það er verið að setja djúpnæringuna. Það er verið að setja djúpnæringun inn. Wow. Hvað er þetta líka með þig og Carter og Steinda Junior og Jagermeister? Eru þið að taka einhverjar auglýsingar hérna inn í þáttinn sem ég veit ekki af? Þetta er eina sem þið talaðum í þættinum. Það er Carter hjá þér og Jager. Hann var komin í Jagerinn. En þetta voru sturlaða staðarindir og já, ef ykkur klæjar á ökla að gera klóra sér því að þá vist það bara gríðalega þægilegt. Þetta er held ég upp á hlæðið mitt í dag. Svei mig þá. Það heitir Stay High og er með Toblo. FM 957 og Carlsberg kynna Eldhúspartí FM 957 2014 á Austur. Fyrsta eldhúspartí vetrarins verður haldið 15. 25. september á Austur. Framkoma Úlfur Úlfur, Steinar, MC Gauti og Friðrik Dór. Húsið opnar klukkan 21. Fylgstu vel með á FM 957 og nældur í miða í eitt heitasta partí á ári hverju. Nokkri mjög heppni hlustendur geta sér nælt sér í partíborð fyrir 4 sem inniheldur veitingar fyrir allan hópinn. Eldhúspartí FM 957 með Carlsberg, 15. klukkan 9 á Austur. Að ná fullkomnun er aldrei auðvelt. En eftir 160 ár kemst maður upp á lagið. Þetta kallar á Carlsberg. Léttöl. Bölmóðursýki og brestir bera vott stigð. En nýja danska grísasamlokan á fabrikunni ber vott dygð. Algjör himnasending með deluxe-sósu, fröllum og hrásalati. Fabrikan. Bölmóðursýki og brestir bera vott stigð. Ertu nærsýn? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú ráðið aðstofamann sem færir allt í kringum þig aðeins nær. Eða bara farið í laser. Eurojackpot. Förstu dagur til 4. Wow Air, Boli og Doritos kynna Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. oktober í Hörpu. 3 dagar.
14 grínistar, 5 sýningar, miðasala hafin á miði.is og harpa.is. Xena. Það eru tískudagar í Smáralind. Allt það nýjasta í haust- og vetrartískunni á glæsilegri tískusýningu á laugardaginn klukkan 3. Smáralind. Góða skemmtun. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Gefðu honum Loftsjokk og ástin liggur í loftinu. Loftsjokk fæst í öllum helstu heilsuvörubúðum og í Hagkaupum. Jójóís. Settu hvað sem í boxið. Þú greiðir aldrei meira en 849 krónur. Jójóís. Egilsgötu og Nýtilavegi. Stílistanám. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Kofinn kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Í ullarsokkum frá Varma gott að djamma. Find okkur á Instagram og Facebook. Varma, the warmth of Iceland. Ertu alveg að bugast? Settu lærdóminn á ís. Komdu í Paradís. Paradís, Njálsgötu 23. Nú komið að því. Áheyrnarprufur fyrir Ísland Got Talent verða laugardag og sunnudag frá klukkan 10 í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Reykjavík. Við leitum að fólki á öllum aldri sem hefur einstaka hæfileika til að hylla þjóðina. Sigurvegarinn fær 10 milljónir króna. Ert þú næsta stjarna Íslands? Skráðu þig til leiks inn á stöð2.is/talent. Alltaf á föstudögum 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Hárrétt fyrir að hlusta hér á 2 harða og það eru bara 2 harðir í stúdíunum núna. Dún mjúkur stattur í tökum. Það vill ekki skrá Kolbárnsniði sem harðana? Já, en þú sagði það eru bara 2. Já, ég náttúrulega Kolbárinn grjótharður. Það eru 3 harðir. Við ætlum að það sem við ætlum að gera núna að það búið að vera í fréttum svona íslensku slúðri að besti vinnu minn og góður vinnu þáttarins, Sverrir Bergmann. Video Game Boy. Já, fyrirvændi kærastan hans, hún var að byrja með nýjum gaur. Já, Marín Manda. Kom með nýjan mann. Já, nýjan mann og það ekki smá maður. Það er ekki fram fyrir þér, hvað langt síðan þetta saman, Sverrir Bergmann og Marín? Það einhverju mánuði sko. Já. Men við þurfum ekkert að fara eitthvað út í það hér. Nei, bara. En það er ekkert endilega málið, en við... Mér finnst þetta klingindislegt, ég er sem að fara fram á með það. Sjálfur, ég get ekki hlustað á þetta. Það er að Hringja eitthvað nuddónum upp úr þessu. Við ætlum ekki að nuddónum upp úr þessu, við ætlum bara að spyrja sko, því að Arnar hefur náttúrulega tengst þættunum svolítið hérna hjá okkur. Við vorum með Arnar Gunnlaugs hotnið á sínum tíma. Og eigum við ekki bara að hringja í Svessa og spyrja Heyri ég hann um aðeins? Lýst á þetta alls saman, er það ljótt eða? Nei. Við náttúrulega þekkjum hann svo vel. Já. Alla, prófum að sjá, hérna ég með númur. Við ætlum að ringja hans í Sverrir Bergmann. Halló? Chubby little Swiss boy. Nei, sætlitu. Sætlitu, hvað segir þú gott? Þú ekki verið útvarpinu það? Jó, þú ert einmitt að tala við mig hérna í útvarpinu. Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr Egill Einarsson, 2 harðir. Hey, two tards. Together, at last. Hvernig hefur það? Ég bara góður. Nei ekki? Jú. Allt gott að frétta? Já, maður bara komin hérna út í Vestmanna, Eyjarmaður og í góðu fíling. Já, það var að spila þar í kvöld. Já. En segðu okkur svona, Svessi, hvern ertu? Ég er bara mjög góður. Nei, menn þú vart að tala hérna með 2 bestu vinna. Hvern ertu? Ég er mjög góður. Ég er bara lífið leiku við mig, sem maður segir. Ég er medium rare eins og Egill myndi, sem hann skilir þetta. En svo Valtýr segir? Já. Já, ok. Við erum bara, við erum búin að vera að fara hérna yfir slúður og svona. Bæðið erlend og íslenskt. Ok, er eitthvað kjaftaði mig þar, eða? Nei, alls ekki. En það er nýtt sjóðhætt par í bænum. Já, Jesús. Eru þið 2 menn á fertugsaldur hringi vin ykkar í beinni útsendingu til að spyrja út í ykkur fyrirvændi kærustu? Nei, menn þú veist, það er eitt sko, Marín Manda, hún var ekkert að byrja með hverjum sem hún var að byrja með Arnari Gunnlaugsson. Það Þið eru alveg kross-þroskað. Það er ekki lægileg. Sko, það er ekki ótt sem að tala sjóðheitt par, en hún var ekkert að byrja með hverjum sem sko. Nei, það er ekki bara góð að blessa. Sko, málið
ef að þú hættir með konu Sverrir þá svona helst viltu, þú hugsa með þér, ok, ég vonum byrja með einhverjum lagermanni úr IKEA sem fær ekki svona veru liftara, bara svona einhverjum óbreyttum lagermanni, en sér opnaru blaðið og sérð, pá, Arnar Gunn Láksson. Hvernig tilfinning það? Ég þetta mjög góður, sko. Mér þykir væntum þessu stelpu og ég vona bara á lendinu góða manni og Arnar Gunnlaugsson er alltaf svílíkur maður, þannig að þetta skemmtilega gott mál. Já, ef þú vilt á hún endinu topp manni, þá hún búin að finna hann, það bara þannig. Það hlýtur að vera. En sko, svo, ég líka búin að spá eitt, svo segi. Já. Að... Ekki það, við viljum ekki að fara, veist, ok, jú, svona þetta bara þegar þú ert in the limelight, eins og hún Manda, ástæðlíf hennar, hún svona þekkt á Íslandi og hún var með Fjölnir Þorgeirs. Ok. Og það one hell of a man, hann tók og bjargaði 70 hrossum bara upp úr, Reykjavíkurtjörn á sínu tíma. Jú, flottu kall. Rosalegu gaur. Já. Já, en svo, þetta pínu svona eins og hjá Manchester United. Sko, það var... Eftir að Alex Ferguson hætti það var rosalega erfitt að finna einhvern sem að gæti toppað hann. Það datt inn David Moyes og svo Hvað þetta líka besta viðniðinu við? Hvað downsíðun hjá manni nægt það? Það var hátast að gera í beint útlýtingu. Hann var að kalla þið David Moyes, það sem var að gera. Nei, ég get sagt að ég er beint útlýtingu og hún gæti ekki fundið betri mann en Sverrir Bergmann. Þetta allt toppmenn. Ekki nóg með þessi besti vinnu, það líka eini vinnu hans Egils og þið illmenni þetta við mig. Nei, við ætlum bara aðeins að liða. Maður er mikið spurur út í þetta og ég ætlaði bara aðeins, þetta er svona slúður í dag. Það er svo leys. Já, en þú ert feskur og góður? Já, alltaf feskur. Nei, ekki. Við erum að spila skila innilega kveðju til Vestmannaeyja fyrir mig. Já, ég gera það, ég skila góðri kveðju til Vestmannaeyja og... Já, alltaf stemmi ekki Eyjum, það er gott fólk Eyjum. Já, voru að skila kveðju. Og gott að það létti yfir þér. Já, ekki vel að láta þetta bögga, ég menna þó þetta sé Arnar Gunnlaugs. Þessi Egil svo báta, það er alveg svakalegt. Ég heyri rætti þátt. Bye. Já, herðu, hann var nú bara brátur hans þessi. Einhver hefði farið í bullandi vörn. Já, sko, það er líka... Tók þessu bara sólur maður. Já, þetta er topp maður. Það er líka gott talað sko, hérna, ég heyrði einhvers staðar að það verið mjög gott og átt maka að hann sé góður fyrrverandi. Já. Og, já, ég held þú finnir ekkert mikið betri fyrrverandi kærast heldur en Sverrir Bergmann. Nei. Enda a lover... Og hann er á lausu stelpur hann úti. Hann er a lover never fire. Haddi hann á Facebook og pókið hann, alveg grimm. Já, Sverrir Bergmann hata nú ekki smá pók. Póki, pók. Pokémon, en þetta var, já, bara svona létt símtali í Svessa Bergmann. Yes. Frábært veður og góð spá framöndan alla helgina. Sun is shining. Já, sun is shining. Æðislega spá framöndan. Það rigning alla helgina, ekki? Nei, þá reyndar að var smá sól á morgun. Er það? Já, svo ég með það. En hverjum er ekki sama? Menn að það er sól og gleði í hjarta. Nákvæmlega blöð. Já, það ekki? Jú. Já, það er bara þannig. En það er komið að dagskalið sem að, já, ég kvíði nú alltaf pínu. Þetta getur verið nokkuð vittlust hjá honum, en það er spurt og svarað hjá Agli Einarsinni. Ég var ekki búið að setja korki í það. Nokkuð vittlust. Það áttu náttúrulega bara löngu búið að setja korki. No. Jú. Sko, þá er ég að bræðast hlustendum. Þeir senda mér bréf, þeir vilja svör. Já, ok. Og ef ég hætti að svara þeim, hvað þá? En já, vill ekki byrja bara að push the button áður en förum lengra. Blondale. Svo er það líka að vera alltaf með trailerin áður og ferði í þetta, sko. Do you have a problem? Hey, þetta talið við trailerin. Ég er með spurningu inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er 30 og sköllóttur, muni dömun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Spurt og svarað hér í FM 95 blöð. Send me the questions. Já, og hvaða vitleysverðir með þetta okkur í dag? Og ekki bara byrja á að... Þetta er sendt á tölvupóst eða hvernig er þetta? Þetta er ekkert hann semur þetta alltaf hérna. No, tölvupóstur. Kolbænsin.
Ekki bara vinda mér í fyrstu. Tvær. Þetta er til auðvitað eða ekki alltaf verst. Nei, ég sagði við hann daginn, ég myndi hætta í þættunum með þetta væri alltaf einhver ætli heimili sem bara ætlar að klára lífsitt að þeirra missa hárið. Það getur allavega ekki verið til mín, vegna þess að það vissi enginn ég væri hérna fyrir bara í dag. Það er búið að spyrjast út. Já, sko, það er búið að spyrjast út. Fyrsta spurning ekki reynleiti. Já, akkurat. Nei, sko. Var það búið að spyrjast út? Það var búið að spyrjast út. Ég fekk tölvupósta. Og það kemur hérna, góðan daginn, Egill. Ég þarf á aðstoð að halda. Ég er kannski svolítið sérstakt case og því er ég ekki viss að þú getur aðstoð með einn, en fyrst að The Coldfather er með ykkur í dag, þá hlýt ég að fá svör. Ég átti heim á Íslandi en flutti til Noregs fyrir 6 árum. Það er eins og margir Íslandingar hérna hruni kominna, allt það. Og hann segir, ég er fertugur 11. janúar næstkomandi. Eins og hvað? Já, einmitt. Ertu fertugur? Þú fertugur, hvernig þú? Já, einmitt. Hvernig þú fertugur? 11. janúar. Þetta er grínast. Það eru líkunar á því. Ok, allavega, hann segir, ég er rauðbirkinherður og ég lita hárið á mig svart í hverri einustu viku. Rauðbirkinherður? Hann segir, þetta er það sem mistari segir. Ég hendi mér í spreytan á 5 daga fresti og hugsa vel um húðina. Ég hafa fleiri hárvörur en allar hársnittusofur í Noregi til saman. Hvað ertu, Þetta er bara, ég er að lesa spurningu. Og hann segir, ég hafa vinsana skemmtistöð í Noregi sem heitir Öst. Ég fór í norskan innlit útlit þátt hérna daginn og þar tók ég skýrt fram að allar hurðar varu ógeðslegar í íbúðinni og eldhúsinnýtingin væri viðbúðin. Ég hef gjössalega fyllt kolbformúlinni, en veistu hvað ég fengi marga gellur síðan ég kom hingað út til Noregs? 0. Ekki eina. Þannig mín spurning er... Hann verðist nú að vera að fylgja kolbreglunni á hann staði Noreg sem heitir Öst. Já, Öst. Hvað er það? Það er svona O með svona strik í gegnum draslið, Öst. Já, maður að kíkja hann aftur maður út. Og síðan segir hann, þannig mín spurning er, hvað er ég að gera ránt? Er ég að gleyma einhverju kolbformúlinni? Hvað er Andreas? Andreas, hann er kolb. Getur þú aðstúðað Andreas eitthvað? Er Andreas að gleyma einhverju kolb? Öst. Hann er með Öst. Hann er með Öst í Noregi. Hann er rauðbirkinherður. Kolb er fann að googla. Hvað í Noregi er hann? Hann tekur það ekkert fram, hann er bara í Noregi. Er það að googla skemmtistæðis? Já, ég finna hann ekki. Hann er bara að fylgja kolbformúlinni. Hann er ekki bara 1 date í Noregi. Er hann að gleyma einhverju secret ingredient? Kolb, er hann að gleyma einhverju? Það vantaði kannski bara svona 20% upp og þú væri bara með allt á hreinu, tengt mér, þannig að, já. Kannski kann hann ekki að grilla, útgóður að grilla. Já, getur verið. Þvílíkur grillarinn. Já, getur sagt það við hann. Ég gleyma að grilla. En svona út af því að hún vantar eitthvað ráðleggingar, hann er basically fær samt eilingin svör, sant? Þessi. Fær engin svör. Það vonandi bara Öst gangi vel hjá hann. Já, það eru. Þá er bara hérna spurningum með 2. Hvað í alvörunni, hendur þessu bara upp hérna rétt á það? Nei, þetta er bara spurning sem ég tek. Þetta er bara eitthvað meistari sem hefur Noregi? Þetta er eitthvað meistari, rauðbirkin litur á sig hárið. Á sama ammælistaf. Sama ammælistaf, já. Sama ammælistaf. Og hann skemmt þetta sem heitir Öst. Svipum aldrei líka, var það ekki? Já, fertur. En fertur? Hvað tók gamall janúar næsta ári? Ég er 39 ára nú. Já, fertur. Já, fertur. Já, ekki. Hann er að fylgja formúlinu. En allavega spurningum með 2. Já. Þetta er enda frekar skrítið bréf, út af því ég skildi ekki alveg allt sem að skrifa hérna. Þannig að ég tekki tillit til þess að ég er að skrifa bréf hérna. Þú ert að skrifa bréf, já? Nei, fyrir ekki afsaki, ég lesa bréf hérna sem ég valla skil. Þannig að ég bið hlustendur, ég bið ykkur strákur smá þólum að þið. Þessi hlustendur líka spurðist át að Kolb væri að koma. Ég ekki bara renni í gegnum þetta. Hann segir hérna, þið Egill. Þið Egill. Hvernig er það að skrifa? E-E-Ð-U Þið Ég ángríns, ég segir þetta hérna. Þið Ok, hann segir hérna, ég skrifa þetta bréf hér, ég er með áhyggjur, ég er veiður, ég þarf ráðleggingar þá gilda. Baðan að lesa þetta svona? Ég bara lesa svo þetta skrifa. Ég er þetta 30 ára gamall dákur. 30 ára? Ég er í leikskóla og það er gaman. Hann kann að skrifa samt, það er vel gert. Í dag var ég að leika mér í sandkassanum og ég róla líka. Gaman að róla. En ég reyður í það aðstóð. Okkur hann reyður. Ég þykja á þá ennþá sköllóttið. Það er eitt 30 ára sendaði sem er reyður í sandkassanum að þennan sköllóttur.
Þeir held og gætir ekki farið læglega í þessari vitleysuðinni. Í alvöru. Þetta... Svo hlærðu bara svo að sjálfu þér, það er enginn annan að hlæga en. Hlýtur að vilja kúkla Mikið óbóðslega hefur það gaman að sjálfu þér og þessum þroskaðinu sem er ávið heimskan 14 ára rulling. Ég ætla ekki eins og að gera það, veist það, þetta er ávið svona 12 ára krakka og þroskaðinu. Ok, og hann er mjög reyður í sangasamma, þinn er ennþá sköllóttu, 3 ára. Og er eitthvað meira? Það er bara reyður. Ég vil spyrja hvað ég gera? Það er maður klára breyf. Nei, hann segir, þetta er lítið eftir, hún stutt. Allir þekktarnir eru konni með hár. Ég er bara með pingu lítið þunnt hár, bara eins og þessi alveg sköllóttið. Ég hlakka ekki til að fara í leikskólan og ef ég verð ekki komið þá því ég fyrir í grunnskóla 6 ára gamalt þá ætla ég ekki að fara í skólan. Ég sagði mömmu það, þá vil ég ekki lifa lengur. Getur þú kannski spurt öll fyrir mig að þessu, ég það aðstóð, bæ, Tristan Eli, bæ, ég segi bara bæ. Ég get sagt þér eitt, Tristan Eli, hann þarf ekki að leita sér aðstóð, en það þarf þú hins vegar að gera villisengurinn. Prime í samvinnu við Bláa kortið og Coke Zero kynnir. Jón Jónsson, ljúft að vera til. Ég verð ásamt minni fögru hljómsveit í Hofi Akureyri laugardaginn 11. október. Hlakka fáránlega til að sjá ykkur. Miðasala í fullum gangi á miði.is og menningarhús.is. Munið 20% afsláttinn fyrir handhafa Bláa kortsins. Tryggðu þér miða. Við lánum aukalega til þeirra sem að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti. Kynntu þér málið á islandsbanki.is. Baby back ribs er langbesti parturinn af rifjónum. Dirty burger and ribs, Miklubraut, beint á móti Kringlunni. Ertu að leita þér að notuðum bíl? Komdu til Toyota á Kletthálsi. Við finnum rétta bílinn fyrir þig. Toyota, Kletthálsi. Við hjá Reykjavík Fashion Academy bjóðum upp á frábæra námsleiðir fyrir þig. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Veislan er hafin. Allir leikir í enska í beinni á risaskján. English Pub Reykjavík, English Pub Hafnarfjörður. Útsalan er byrjuð hjá TRI Verslun. Alltaf 40% afsláttur af Q-breiðhjólum. TRI.is. Ef þú ert karfi, komdu til okkar. Tróðfull búð af nýjum og glæsilegum vörum. Karfi, fákafinni nýju. Jókasmiðjan. Rýr pröfutími fyrir alla. Jókasmiðjan, Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Förðunanám. Náðu frá því besta með Reykjavík Fashion Academy. Skráning í gangi á rfa.is. Var þetta minn eða þinn? Byrju minn. Vá, Sveppi. Hvað? Vildarásskrifundur 365 fá 25,64% afslátt. Vá, það er flott. Byrju, nánari upplýsingar á 365.is/vild. Já, þú veist það flott sko. Þetta er ekki bara 25%, heldur 25,64%. Þetta eru snillingar. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 blöð. Föstudagslægi þetta frá Coldplay, True Love, sem náðu að lauma sér inn. Það er rólegt og romantíst. Skeist þarna, byrjuðu hlustendur bara afsökun. Já, þetta er full rólegt fyrir föstudagsþáttinn FM 95 blöð. En ágætis lag eitthvað sér. Það hefur fullkomið tímasending fyrir til dæmis slagar eins og Suck My Lollipop hefur verið flott þarna. Ég veit ekki með Suck My Lollipop en það hefði verið hægt að spila hressara lagarni, við kynna það. Við stafsökun á þessu, en við skulum ekki væli við því og henda okkur í dagskalið sem heitir Myndiru fyrir Cash. Yes. Já, hann er núna setna heldur en vannalega. Hallaði mér aftur ekki með fyrir. Já, við vorum með nýjan lið á hann sem heitir Hvort myndirðu frekar. Ég er mjög hrifinn á honum líka. Skemmtilegur. Já, var hann ekki fýtt bara. Alltaf gaman að koma nýjir liðir, en Myndiru fyrir Cash er ekki nýr en hann er klassískur. Og þetta eru 3 spurningar svo alltaf og það verður áhugavert að sjá hvort að Kolbari sé jafn ódýr og steindi þessu. Ég heldur þetta að sé það ekki. Þeir eru svo ódýrir, ég er búin að hlusta á þetta náttúrulega, held ég alveg frá upphafi. Aðalega steindi. Steindi sér alltaf, Steindi náttúrulega bara alveg cheap og þú reyndar ert ekki, veist. Það fer eftir hvað ég er ofinn sko. Sveppurinn var hérna í síðustu viku og hann var líka alveg þægilegur. Það? Já, létt að plata hann í allt. Sjáum hvort að Kolbarinn sé ódýr eða dýr. Hér kemur fyrsta spurning og ég veit nefnilega að þið eru báðir háðir símanum ykkar og netinu mynduð þið aldrei fara aftur á interneti fyrir 200 milljónir.
Aldrei aftur á internetið. Nei, en þú fær 200 kúlur skattfrjálst lagðar inn að En þú veist, það eru nokkur ár í að til dæmis fréttablaði hætta prent út blaði og morgunblaði og þetta fyrir allt bara í símanum og iPadunum og svona á ég aldrei að logga minn og fréttamiðil aftur ever, again. Þú skilur alveg spurningun, það ekki? Ég þarf ekki að En ég má hlusta á fréttir í útvarpinu. Stafa þetta, hæ? Ég má hlusta á fréttir í útvarpinu. Já, má hlusta á að horfa á sjónvarpið líka. Yes. Já, eða nei, drengir. Kolb, byrjum að þér. Aldrei aftur á netið, þú fær 200 milljónir á bankabók. Vá, þetta er ekki að hlaupa það. Þetta er alltaf já frá mér. Sveið með það. Já, það bara hef ég líka miklu meiri tíma Sko, já, ekki á Facebook, ekki á Twitter. Mér er skýtsama þar. Ég veit alveg hvað er á netinu. Ég vil bara já það er svar. Þetta er Instagram, allt þetta. Það er bara offert allt saman. Já, ég reyndar held að þetta verið besta sem geti komið fyrir þig og bara fólk í kringum þig eigið. Þetta sammálaður. Já, alveg, hvað eða miklum tíma í þessum símaðinum það er óþólandi. Ég verð að setja nei á þetta. Þú segir nei fyrir 200 milljónir. Kolb, já eða nei? Já, ég held ég get alveg tekið þetta eins og þú. Já, 200 kall. Kolb myndi bara segja já, 200 milljónir. Hvað er þröskuldurinn hjá þér, Egill? Ég bara veist svo til dæmis í kvöld og langar maður kannski að kíkja á svo Facebook. Við vitum eins og Sér má ég það ekki. Mikið í kringu þér. Þú ert alltaf á netinu. Þú hefur bara mjög gott af þessu. Þú ættir að gera þetta á þess að fá krónu fyrir það. Þú getur verið inn í stúdíó til dæmis bara eyða tími á career sem tónlistarmaður. Þá kemur hugsanlega eitthvað út úr því eftir einhver ár. Herri, ég bæði áfram, ég er að vinna hérna með nokkur 100 milljónir. Núna ætla ég að bjóða ykkur aftur 200 milljónir. Þið megið fara á netið og það allt, en myndið þið þykja fyrir 200 milljónir að vera aldrei aftur með framtennur. Báða framtennur eru teknar úr ykkur, en þið fengið 200 milljónir fyrir það. 200 milljónir? Já. Egill, Kolbaran, ég ránaði með Kolbaran. Það er nú myndir af því að með svo stórt frekjusgarða það munar náttúrulega einhvern þó að segja kipta einhverjum 2 tönnum á þér, sko. Það var basically svo að myndi vanta heila tönn, sko. Það var 1 tönn það, sko. Einn í viðbótirinn. Fórstu í Spangirið, eða hvernig réttur það? Ég teinaði upp. Ég var að gera það, sko. Ég var með frekjusgarð, sko. Ég var með svona kameri í grunnskóla. Þannig að ég festi blýjant í frekjusgarðinu og skrifaði. Gastu gert það? Já, það grenni allir og aldrei. Já, einmitt. Free comedy. En nú er ég að vera 50 og það kameri er svolítið dött, sko. Þannig að hérna líka og kemur einhvern blýjandi og tekur báðar. Og ég finnst mjög gaman að hendi sólskinsbrós, sko. Ég elska hendi gott brós. Heldur þú virkilega að þetta myndi eitthvað eyðileggja fyrir því? Ég set nei við þetta. Þú setur nei, aftur. Kolbar er búin að segja já við báðum, Egill búin að segja nei við báðum. Herru, þá er það síðast spurningin. Fyrir 5 milljónir myndið þið, fara í yfirlegan svona franskan koss við tengdamæður ykkar. Jesus Christ, hvað er aðeir eiginlega? Þetta ættir nú ekki róðhægt fyrir ykkur, það sem að tengdamæður ykkar beggja er á sama aldur á því, þannig að þetta Þú veist að tengdamóðu mín er systir Kolbaran, sko. Ég veit það, þannig að þetta er vondur að hann að heyra. Já, ég er ekki einhvern veginn að, ég get ekki, nei. Hann bara hristi hausin og hann segir að nei fyrir. Já, þetta bara þetta var eitthvað óvægilegt þeirra. Já, ég banna þér þetta, sko. Já, sko, málið er blöð, ef þetta væri ef þú myndir henda ykkur alveg upp á þetta, ég geti sagt hérna bara, hörru Svana, við erum með díl hérna, að þetta mikið að cash. 5 miljónir, þú getur sagt Svana, hérna er 2,5. Þú veist, leikar eru að gera þetta alltaf dag upp á sviði, sko. Þetta er ekkert, þú miklar þetta svolítið fyrir þessum, sko. Þetta er góða punktur þegar það er, sko. Þetta er alveg þannig, þú mátt alveg tala um þetta og díla þetta. Þetta er ekki, þú sparkar ekki purðina, ferðin í eldhús og bara rýfur í svön og bara ferði í svakast leikliðana. Þetta er ekki þannig. Sko, við viljum ekkert að taka þetta eins og þið eru á jamminu. Þetta er bara, það er að víla og díla, veist. Sko, ég þurfti til að ræða það sviðana. Er hún game í þetta rugl? Mætti ég vera bara slaka nokkuð? Ég veit ekki, nú er þetta sýsti þín Kolb og tengdamamma þín. Væri Svana til í þetta game fyrir 2,5 milljón? Þetta er bara óþægilegt. Þetta er ekki Þetta er yfirleitt þessi dagskröður óþægilegur hjá honum blöð, sko. Þannig bara Þetta er ekki mikið 5 milljónir, sko. Nei, þetta er ein góð helgi á austur, sko. Þetta er eitt slella. Þetta er ekki bara einhver slelli, sko. Nei, þetta er tengt á. Það situr líka alveg í þér. Þetta er rosalega 50-50 hjá mér eitthvað. Þetta er óþægilegt bara samskipti ykkar í framtíðinni. Bara mjög 2,5, þú veist, ég get nelt mér út á beint á Old Trafford. Hvaða sæti erst þú að kaupa þér þú að verða Old Trafford? Já, sér geti farið heim, sér geti farið aftur til Monte Carlo. Já, ég geti farið til Monte Carlo strax á eftir ykkur rugl þar. Nei, þú mátt þetta ekki. Við sýnist Egill að hendi fyrsta jáðið sitt í dag. Ég er að selja mér þetta hérna. Já.
Getið kæft með bíl fyrir það líka kannski? 2,5, já, flottan bíl. Samt bara, nei, bara eitthvað Svessi var að köpa sér bíl á 2,2. Já, líka eitthvað Kíó eða eitthvað. Já, flottu bíl. Fróðalega, þetta veldi á því, maður heyri í þetta. Já. Já, 5 milljónir Svan og Egil, hvað heitir tengdamamma þín, Kolb? Ég bara dett út úr þessu sko. Ég ætla ekki einu svona bara, veist, þetta er, nei. Ertu að segja með það að þú viljir ekki gefa tengdamömmunni, er það bara no love? Jú. Hæ? Fyrir 5 milljónir, no love? Það er ekki fallega að gera. Það er bara eitthvað óþægilegt. Þú getur með þess að díla þannig við hann og hún fær 3 og þú 2? Já, einmitt. Eða hún 4 og þú 1? 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtæki þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta 50 dag. FM957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Nú er komið að því. Áheyrnarprufur fyrir Ísland Got Talent verða á laugardag og sunnudag frá klukkan 10 í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Reykjavík. Við leitum að fólki á öllum aldri sem eru einstaka hæfileika til að hylla þjóðina. Sigurvegarinn fær 10 milljónir króna. Ert þú næsta stjarna Íslands? Skráðu þig til leiks inn á stöð2.is/talent. Opnir jógatímar í jógasmiðjunni. Námskeið í byrjandajóga, hugleiðslu, krakkajóga og fleira. Jógasmiðjan, Smiðjuvegi 4, Kópavogi. Jójóís, sama hvað þú færði mikið, þú greiðir aldrei meira en 849 krónur. Jójóís, Egilsgötu og Nýbýlavegi. Aygo, Yaris, Auris eða Avensis. Það er úrval notara Toyota bíla hjá Toyota Kletthálsi. Það eru tískudagar í Smáralind. Allt það nýjasta í haust- og vetrartískunni á glæsilegri tískusýningu á laugardaginn klukkan 3. Smáralind. Góða skemmtun. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull. Okkar bjór. Léttöl. Yellow Boots. Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Við lánum aukalega til þeirra sem er að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti. Kynntu þér málið á islandsbanki.is. Mango mús er silkimjúk mús með mangobitum og kókosheslinetu kurli. Safran. Ekta ítalskur gelato eða ljúffengt ískaffi. Komdu og upplifðu Paradís. Paradís, Njálsgötu 23. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Það er hárrétt, þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957 og já, við erum oftast þríreitin þættum, ég, Steindi og Egill. Þeir tveir eru báðir gríðarlega kærleysir, Steindi og Egill. Og það sannaðist nú bara hér, já, á meðan við vorum mjög auglýsingu. Já, það er bara að Egill Eilórsson þurfti að hlaupa út því hann átti panta flug og já, hann á að vera mættur í vélina, þess að vélinn fer held ég eftir 10 mínútur. Já, hvað svo leys. En við erum sem betur fer skaftaliðin. Það var bara því að það fekk hringingu. Já, annars hefði hann glemt þessu. En hann er að fara á Reyðarfjörð sem DJ Muscleboy, þannig að það er vonandi að Reyðarfjörðu takki vel á móti Agli. En hann er að bruna út af flugöld núna og hann búin að steingleima að hann átti flug svona snemma. Þetta er ekki heilt. Nei, kærulaust kvikindi en hressandi kvikindi. Þannig að við kolpinum bara hérna síðustu 15 mínútur eða svo 20 mínútur. Og já, það sem ég var búin að segja hér í byrjun þáttar að við ætlum að spila er eitt gamalt og gott brot þegar ég fekk Ásgeir Kolbens tíminn sem gestastjórnanda í FM 95 þegar við vorum á hverjum degi. Því að það vitaði ekki allir að Ásgeir Kolbensson, hann var með útastað, var þetta ekki á Bylgjunni þegar þú varst alltaf að lesa brefið? Já, þetta var bæðið á FM og Bylgjunni. Já, og þá alltaf á miðnætti, þá fegstu svona bref sem einhver hlustandi var að senda. Það var actually bref, sko. Já, það var alveg bref. Já, það var ekki svona Egils bref, sko. Nei, og það var fólk svona, þú veist, með eitthvað vandamál og það var svona alvöru spurt og svarað. Já. Þannig að þú fegst send bref. En á þessum tíma, þá var náttúrulega ekki tölvupóst. Það var bréf. Það var bréfið. Bara handskrifað. Já, það var svo leiðis. Við strákarnir hlustuðum alltaf á þetta á gróknum. Það var kannski ekki
mikið svona spurt og svara, það meira svona að vera að segja frá kannski. Já, bara að lesa upp. Já, og svona svolítið fólk að létta á sig bara einhvern veginn með svona sögu, sko. Nákvæmlega, og já, ég myndi eftir þessu og þegar Ásgeir kom til mín sem gestaþjórnandi hérna fyrir 2 árum og þá var ég búinn að, finna bréf sem að hlustandi sendi inn til að láta hann lesa og við skulum heyra þegar bara Ásgeir Kolbens fekk bréfið frá mér og var að lesa með svona sömu röddu og í sama andrums svona loftið og þetta var hjá þér alltaf, eða ekki? Og hér kemur það. Herru, hérna ætla ég að rétta bréfið sem að mér barst þættinum eftir að það var einhver hlustandi sem að vissi greinlega að þú var að koma til mín. Og hérna, nú lestu bara þetta bréf frá byrjun og ég kjúa hérna tónlist. Og ég lista svona alveg með... Já, eins og þú séð þættinum. Já, ok. Hæ og takk fyrir góðan þátt. Ég er með smá vandamál sem ég vantar aðstoð með. Ég er mikill fóli og hvern fólk hefur aldrei verið vandamál fyrir mig. Ég er frægur með flotta bachelor íbúð og keyrum á BMW. Já, ok. Það má segja ég lifi drauminn, en það er samt eitt sem er alltaf að bögga mig. Ég er mjög hávaxinn og myndarlegur með líkamann sem margir aðrir ferstugi menn myndu drepa fyrir, en því miður fættist ég með háralit sem ég er ekki sáttu við og hef því gert allt í mínu valdi til að leyfa fólki að sjá hann ekki. Þetta er á engiðinu. Þetta er... Hvað er að þér? Hvað er að þér? Þetta var ekki sendt inn eitthvað. Þetta er eitthvað að klikka. Bitu. Halda áfram að lesa. Halda áfram. Já, halda áfram. Ég var ljósarður í 5 ár og búinn að vera vel dökkari núna í 6 ár. Rauða hárið mitt hefur ekki séð síðan ég var 13 ára gamall og móðir mín var alltaf að þekkja mig síðan. Hvað er að þér? Þetta er eitthvað að klikka. Herðu, Ásgeir, ekki vera að blanda, af hverju lest ekki bara bréfið, þetta er alveg mál, þetta er bara hlustandi. Já. Ég skammast mín ekki fyrir háralit minn, en ég vil bara ekki vera með hann. Mamma og pappi tala ekki við mig, en nánast allir aðrir gera það. Er svona það sem kallast a hot celebrity, með minn eigin sjónvarpsþáttu var. Hvað er þetta að klikka? Þetta er rosalega, og hann gefur maður. Þetta er að búið, klára. Nei, þetta var að búið. Já, lest þetta. Ekki vera breytur röddu. Hvað finnst þér ég ætti að gera? Á ég að kynkja smá stolti og fara í gamla góða liti minn eða halda áfram vera maðurinn með dökka þykka hárið? Hvort er mikið að vera? Fjölskyldan eða restin af landinu? Ég veit að ég missi ekkert vinnuna þó ég fari í gamla litin, en ég gæti mist fans og það er ekkert mikilvægara en the fans. The fans? Já, þetta er fans, já, þetta er fans. Þetta er enska, hvað? Ertu ekki í skóla? Já, bara stendur ekki þannig hérna, sko. Ok. Á maður að spara sér 1,4 ár á ári og Á maður að spara sér 1,4? Hvað er þetta? Já, einmitt 1,4 á ári og setja nýja felgur á bimman, eða á maður að vera með good looking hár? Hvað myndir þú gera? Kveðja diggur hlustandi. Já. Hvað myndir þú gera? Diggur, herðu, veist það? Þetta er eitthvað sýnir okkur að spurt og svarað. Já, það er byggt á þessu. Ég er að fatta bara núna þegar ég heyri þetta, ég er ekki búin að hlusta á þetta í 2 ár, að spurt og svarað hjá Agli er ekkert ólíkt þessu. Nei, einmitt. Þegar ég skal viðurkenna í dag að ég samdi bréfið. Ha? Það var ég sem skrifaði. Þetta er búið að böglast í höfðun á mig 2 ár. Fékk hann sendt bréfið að skrifa það sjálf? Ég skrifaði það sjálf. Ok. Þannig að það var enginn að spyrja þig. Þetta var bara smá kaðmri hjá mér. Ok. Þannig að þú vart ekki að svara. Þetta var gamalt og gott svona bréf. En hvað lastu bréfið í mörg ár? Bara eitthvað mjög mörg. Já. Ángríns mannaði ekki. Og var alltaf bara sunnudum eða ekki? Jú, bara sunnudu. Þú manst eftir það frá króknum. Það var svona, þetta klukkan 12. Klukkan 12 þá voru allir með stilt. Já, hlustaði maður á bréfið. Það voru ekta bréf. Já, það voru ekta bréf, það voru ekki svona vitleysa. Og heldurðu að Egill sé að fá bréfin sín sent? Held ég? Egill? Já. Nei, gleymdi. Það er hvað við þetta. Já, þetta er flott. Geggjaður að tók þetta tónleikur líka. Já. Maður vildi samt aðeins meira. Maður hefði viljað fá Jay-Z þarna á skjáinu. Já, gera eitthvað meira með þetta. Ég skil eiginlega ekki alveg af hverju. Nei, fá rapp inn og líka allir byrjar að syngja með. Já, maður var alveg að byrja og þá bara búið. En ekki að setja kvarta undan þeim tónlingum. Frábæri tónlingar. Alveg frábæri. En áður, kveðjum í dag, Ásgeir Egill farin á Reyðarfjörð. Hvað er að frétta af Kolborun þessa dagana? Já, bara ljómandi sko. Það ekki? Jú, bara fín stemming sko. Allt í og enda með sjáðu á Stöð 2. Já. Og eitthvað gott í bíó á leiðinni? Já, það er svolítið gott að detta inn. Það ætla að byrja núna helgin þessi Vokamongað Tombstones þarna mynd. Já, Liam Neeson. Liam Neeson, já, Ólafur Darri. Já. Ólafur Darri leikur alveg tölvöld stórt hlutverk í henni. Ok, maður reynd segja hvað það er. Já, eitthvað svona spennumynd og síðan hann að romantísk mynd, hann að If I Stay. Já, það er ekki eitthvað svona vasaklúta mynd. Chloe Moretz, hann að
Já, eitthvað deyr fjölskyldan eitthvað. Þetta eitthvað svona 2-3 klúta mynd sko. Sem oft hættulegt að fara í bíó sko. Já, það það. Hefur þú ferð þú eitthvað, ég kannski ekki að spyrja þessu, ferðu þú að grænja eitthvað svona yfir svona myndum eða? Já. Færðu kökk í hálsinn og eitthvað svona? Já, ég skammast mér ekkert verið það. Tala ekki ef ég þunnur og lítill í mig, sko. Já. En þú verður í bíó, þá svona þykjast bara eitthvað svona klóra í augunum eða eitthvað. Já, sko, ég hef ekki tárast við mörgum myndum. Ég held að það sé bara Lion King, 8 Seconds og einhver einin. Já. En, jú, ég hef oft orðið svona klökkur. Já, ég minna, þetta alveg oft fína myndir, sko. Eina vandamálin sem með þessa núna kærastan er hann að draga með á hana. Já. Fara út að borða eitthvað og fara sérna í bíó á þessa mynd. Já. Og ég fæ svona flashback að því að ég fór einu svona á Mamma Mia. Ég þess að var dregin á Mamma Mia. Og ég svona einhvern veginn, ok, er þetta ekki eitthvað svona stelpu mynd eitthvað, þú veist, það voru búin svona Mamma Mia sýningar, þar sem voru svona syngjandi stelpur. Pósta svoleiðis? Nei, það voru, þú veist, ég bara að segja, þetta var það mikil konu stelpumynd. Já. Og ég að keyra, ég held að það var í háskólabíó, og ég keyri svona inn á planu og það verið að hleypa út eftir sýningu. Ég sá engan kallmann, það komu bara konur út úr salnum og ég svona bara eða svona snöggfölnaði, sá svona einn og einn kallmann. Varst þú einu gauri sem varst að leiðina? Já, það var svona lömu púkalegir strákar, einhverju svona einn og einn svona greinilega með einhverju svona sem bara þú kemur með í bíó, kærustu, og ég svona einhverju snöggfölnaði og þá var svona spurt hvað ekki alltaf lagi með þig og ég notaði tækifæri að segja að ég er bara hálf slappur. Bara eitthvað svona, fór í magan og eitthvað svona dóti, getur við ekki gert þetta bara seinna? Slapp við að fara. Fórst ekki á myndina? Nei, ok. Ég sko, hef einu sinni lent í þessu, en þá var ég ekki einu svona á stefnumótið, þá var ég með Reyni, besta vinnu mínum að norðan, einum af þeim. Og við fórum á, sko, myndina hvað heitir hún aftur með henni, Renée Zellweger, Bridget Jones Diaries. Og við keyptum þessu stóran pop saman, þetta gat ekki litið verð út. Og við vorum einu gaurarnir held ég í salnum. 2 kallmenn með stóran pop. Á Bridget Jones Diary. Skelvilegt. Það var í svona bucket, í svona stóri fötu, þetta var bara svona einhver skets. Veistu það, talaðu það er fyndið með Bandaríkjamenn. Þú fyrir í bíó í Bandaríkjónu, ég veit ekki hvort þú vissir þetta. 2 strákar fara saman, þá setja þær aldrei hlið við hlið. Já, ok. Það er kannski aðeins að breytast núna, en það verður svo mikil svona homofóbía í Bandaríkjónum, að þeir alltaf með bil á milli. Okay. Og því ég fór að heimsækja vinn minn einu sem bjó í Bandaríkjónum og við fórum saman í bíó og ég ætla bara að setja hlið við hlið og það var bara hort á okkur. Já, eins og það verður bara eitthvað rangt. Já, bara 2 kallmenn saman í bíó, það er hvað þessu. Já, ok, ég veit ekki hvað ég oft var með öðrum kallmenn í bíó. Já, bara, veist, og hvað. Já, þó við varum mamma sko. Já, nákvæmlega. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Ásgeir búið að vera sannur heiður að hafa þið með. Já, búið að sérkala gaman. Egill Einarsson brunaði út á flugvöll, er að fara að fljúga á Reyðarfjörð eins og áður komið fram. Er að DJ-a þar, hann Muscle Boy. Já, hann fekk hringingu hérna og brunnaði. En ég vil líka nota tækifæri fyrir að minna á gott talent áriðnapröfunar sem eru einmitt á morgun í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Þannig ef þið hafið hæfileika eða bara viljið koma og hafa gaman og flippa að kíkja, byrja klokkan 10 á morgun og byrja líka klokkan 10 á sunnudaginn, þannig að þið hafið alla helgina til að koma og kíkja á okkur í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Eigið annars góða helgi, hvernig er helgin eða Kolb, eitthvað plan? Já, bara eins og heyrðir, ég er hann að koma með undan þessari mynd. Já, þú veist að fór út að borða og eitthvað klútamynd. Ég er að vinna í því. Já, hafið það gott, kæru hlustendur, við heyrjumst þetta viku og verðum vonandi með eitthvað hressan nýjan gestastjórnandi þá. 20. september, spottaðum í Kópavoginum. Samfum kynir. How come you never written a song for me? I'm no good at writing about things that make me happy. If I stay. Am I dying? It's all up to you. Á maður að lifa fyrir ástina þegar allt verðist vera vonlaust. How am I supposed to find the strength to stay? Byggð á samnefndri metsölubók. I'm still here, and I'm so crazy in love with you. You wrote me a song. If I stay, komin í bíó. Hip-hop eða rock'n'roll. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Það er fullt plani hjá okkur af flottum Toyota bílum. Komdu bara og sjáðu. Toyota Kletthálsi. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull. Okkar bjór. Léttöl. Gef þenni LoveChock og ástin liggur í loftinu. LoveChock fæst í öllum helstu heilsuvörubúðum og í Hagkaupum. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Full búð af nýjum vörum. Curvy,
Fákafinni 9 fyrir Curvys kvísur. Var þetta minn eða þinn? Bíddu minn. Vá, Sveppi. Vildar áskrifundur 365 fá 25,64% afslátt. Vá, það er flott. Nánari upplýsingar á 365.is/vild. Já, þú veist flott sko. Þetta er ekki bara 25%, heldur 25,64%. Þetta eru snillingar. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6.